Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 25. maí árið 2021. Settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1334 og mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Rakel Óskarsdóttir, Margrét L. Jónsson sem talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Kristín Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar G. Sæmundsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og Þórður Guðjónsson, varabæjarfulltrúi sem situr fundinn í fjarveru bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér að færa þennan fund til bókar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2011-027 reglur akstursþjónustu fyrir aldraða. En á 150. og 3. fundi velferðar- og mannréttindaráðs sem haldið var 5. maí síðastliðinn var tekið fyrir mál varðandi reglur akstursþjónustu fyrir aldraða. Velferðar- og mannréttindaráð vísaði drögum að reglum akstursþjónustu í öldungaráð sem tók málið fyrir á 11. fundi sínum 27. apríl. Umsögn ráðsins liggur fyrir og eftirfarandi. Öldungaráð lýsir yfir stuðningi sínum við fyrirhuguð drög að reglum akstursþjónustu aldraðra. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti fyrirliggjandi drög að endurskoðun á reglum akstursþjónustuna og vísar drögum að reglum til bæjarstjórnar til samþykktar. Og orðið laust þetta mál. Það bæjarfulltrúi Kristín Hallur Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég verið að samþykkja vonandi nýjar reglur akstursþjónustu fyrir aldraða og í næsta skrefi fyrir fatlaða. Aðalbreytingin hér náttúrulega að það verið að kljúfa í sundur reglur sem giltu fyrir bæði aldraða og fatlaða í sömu reglum. Þannig að nú erum við að samþykkja varðandi akstursþjónustu aldraða og það nú bara verið að skerpa á umgjörðinni og samræma við aðra reglur varðandi málsmeðferð og annað slíkt. En sem sagt ekki mikil efnisleg breyting. Kristján Hallur Sveinsson, bæjarfulltrúi og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég aðeins hugsi yfir því af hverju við ættum að framkvæma áðurnefndar breytingar. Ég hefði haldið að við myndum vilja skilgreina akstursþjónustu óháð því hver þjónustuþeginn og við viljum horfa heildstætt á þá þjónustu sem við þurfum að veita og við að horfa á það ekki bara í akstursþjónustu heldur almennt í þeirri þjónustu sem við veitum. Ekki að vera að búa til síló eða aðgreina hópa, heldur reyna að búa til heildstæða þjónustu sem næri yfir þá alla þá hópa sem mögulega þurfa á viðkomandi þjónustu að halda. Mig langar til að horfa upp næst og fá kannski svör við því af hverju við erum að fara í þessar breytingar. Var eitthvað óhagræði eða fyrir breytingum eða hvað kallar á þessar breytingar? Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristín Hallur Sveinsson fær orðið.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Að, sko, varðandi það að kalli á breytingardag erum við að tala að annars vegar eru sem sagt akstursþjónustu aldraðra ekki hluti af lögbundinni þjónustu sveitarfélagsins og fer fram á öðrum tímum, eða sem sagt á dagum tíma en ekki hluti af þjónustu sem fer fram á kvöldin, sem að hins vegar reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk hluti af grunnþjónustu sveitarfélagsins og sem sagt verið að færa þær undan lögum sem sagt falla undir lög félagsþjónustu sveitarfélaga sem falla undir þjónustu fyrir fatlað fólk. Aðalmunurinn þar að þetta annar hluta grunnþjónustu en hitt ekki, annar lögbundið hitt ekki. Í grunninn eru reglurnar svipaðar, en þó eru þær ítarlegri og í þjónustu við fatlað fólk og auk þess sem við erum að fara að samþykkja reglur, lausnir fyrir fólk utan þess tíma sem akstursþjónustan starfrækt. Á þeim tíma sem við starfrækt erum við að fara að samþykkja lausnir fyrir fatlað fólk til þess að fá akstursþjónustu eftir, hvað maður segja, þann tíma sem að þjónustubílarnir okkar að keyra. En þetta svona það svar sem ég get veitt bæjarfulltrúa núna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fær orðið, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir þessi svör. Ég held ég hafi samt ekki náð að komast mikið nær því af hverju við erum í rauninni í grunninn að breyta þessu. Af því að kvöðin okkur varðandi þjónustuna, hvort að hún er lögbundin eða við kjósum að veita hana. Ég hefði haldið að vera skynsamlegt að skilgreina hana heildstætt. Og ég velti bara fyrir mér í hvaða aðstæðum við lendum þegar að fatlaður einstaklingur verður 67 ára. Erum við þá að fara að breyta í grundvallaratriðum þjónustunni við þann einstakling. Og ég get alveg hugsað mér svo sem fleiri mál sem að gætu heyrt undir sambærilega ákvarðanatökur og má það nefna þá til dæmis búsetuúrræði. Ég held að þessi farsælt fyrir okkur, svona heilt yfir, að skilgreina þá þjónustu sem bærinn á eða ætlar að veita og horfa til þess þá hvernig við leysum úr því fremur en að búa til hólf fyrir sérstakar þjónustu þegar við munum alltaf lenda í vandræðum með það, sérstaklega vegna samgöngumála. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég þakka forseta fyrir að hleypa mig hérna upp í þriðja sinn. Það ekki, það hvað maður segja? Góðmennsku einnig saman. Já, góðmennsku einnig saman, já. Ég lokkaðist sumt af þessu þessar reglur verður sveitarfélag að setja sig samkvæmt lögum og samkvæmt lögum þjónustu við fatlað fólk þurfum við að hafa reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Og þessar reglur sem við erum að breyta núna eru held ég samþykkt 2012. Í þeim endurskoðunarákvæði 2 ára fresti. En síðan frá þeim tíma höfum við samþykkt bæði samþykkt í lögum þjónustu við fatlað fólk og
náttúrulega 20. grein samnings Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks og þannig að það kallar á þessa breytingar og ég held bara að ég alveg sammála bæjarfulltrúa Óla Adolfssyni að við eigum ekki að reyna sem minnst að hófa fólk og ekki setja okkur reglur til þess að hafna þjónustu og ekki setja okkur heldur við erum að setja okkur reglur til þess að tryggja þjónustu og það sem í mínum huga það alveg ljóst að svona reglur eru alltaf lifandi og við breytum þeim ef við þurfum þess og aðstæður kalla á. Ólar Adolfsson, bæjarfulltrúi, spurði varðandi fatlað fólk sem verður 67 ára og hefur notið ferðaþjónustu, það nýtur hennar áfram samkvæmt þessum reglum. Það er tekið fram í reglunum að fatlað fólk sem fer yfir 67 ára aldur, það nýtur áfram ferðaþjónustu fatlað. Já, ég vona að ég hafi náð að svara öllum. Ef ekki, þá mun ég reyna að svara því í næsta lið. Eða þess að við lið 2. En af því það við erum að fjallum þar eiginlega samblanda af þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Örn Hreinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég velti fyrir mér og í ljósi umræðuna sem í þessum lið. Hver akstursþjónusta fyrir eldri borgara í dag. Það gott að fá þær tölur sendar taka punktstöðu núna. Þannig mér finnst við aðeins vera pínu að opna svolítið meira þetta regluverk og spurning hvort að við séum að fara þá að horfa á mikla aukningu í þessum lið og ég held að sé bara hollt fyrir okkur að skoða þá hver staðan núna fyrir eða svona sett og þá metastöðuna að ári. Og mér finnst líka einmitt alltaf svo áhugavert þegar við erum að tala um 67 ára eldri af því að í dag þá finnst manni bara 67 ára eldri bara ungt fólk og þetta er svona spurningin þarf að miða við þetta ára því þá ertu löggildur eldri borgari en getur við miðað þetta við annað ár eða erum við bundin við þetta? Getur við horft á orðin 76 eða ég bara svona velti upp hugmyndina því mér finnst 67 ára ég finnst þetta bara vera öllu jafna sem svo gleðilegt að þetta sé oft tíðum bara fólk sem ennþá á vinnumarkaðnum og fyllir þátttakendur í samfélaginu okkar þannig ég vilja skoða þessa tölu kostnaðarliðin í þessum lið og einmitt þetta aldursviðmið, hvort að það hafi eitthvað verið rætt eða hvort að mann horfi bara blint á og segja að þetta þessi lögaldur. Ég vilja heyra það, hvort að það eitthvað komið þess. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur verið lokið máli sínu og hafa fleiri beðið orðið. Já, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætur bæjarfulltrúi og bæjarstjóri aðrir sem að hlýða. Ég held að sé bara ágætis tillaga að við skoðum hvar staðan í dag og hver kostnaður við þessa þjónustu og metum stöðuna eftir ár því að við þurfum auðvitað bara að rýna í þessa þætti hjá okkur og ég tel bara skynsamlegt að bæjarráð bara skoði þetta, bara fá upplýsingar þetta núna á næstunni og að ári liðinu eða hálfári liðinu eða hvað það verður að það sé bara eitthvað sem komi inn í ráðið. Ég auðvitað sitja ekki velferðar- og mannréttindaráði þannig ég veit ekki alveg hver umræðan hefur verið þar varðandi aldur en ég gerir mig kannski svona
hugmyndir að þetta sé bara meira við þessi tímamót í lífi fólks. Þannig að, en ég svona legg til svona, kannski væri það að við samþykjum þetta bara og svo hægt að taka þessu umræðu áfram kannski hvað fólk vil gera. Takk fyrir. Fulltrúi Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og forseti vill gjarnan bæta við að benda á að í að 6. grein þessara reglna fjallar mat á umsókn, að umsóknir eru sjálfsögðu alltaf metnar út frá þjónustuþörf þeirra sem sækja og möguleikum þeirra til að nýta sér til dæmis þjónustu almenningsvagna eða aðra ferðamöguleika. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Og ekki, og þá ber ég upp þær reglur akstursþjónustu fyrir aldraða sem liggja hér fyrir þessu fundi og bið þá sem samþykkja fyrirliggjandi tillögu reglum akstursþjónustu fyrir aldraða að gjöra svo alveg rétt í hönd. Það er bara 9 hendur á loft og reglunar skoðast á samþykktar 9.0. Annar fundarliður hefur málsnúmer 20.09.212. Þetta eru reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk en bæjarráð samþykkti á fundi sínum númer 3458 þann 20. maí síðastliðinn reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar afgreiðslu. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti reglurnar á fundi sínum númer 153 sem framfór þann 5. maí síðastliðinn. Og orðið laust reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og það bæði fulltrúi Kristín Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Hér erum við að fara að samþykkja reglur akstursþjónustu fyrir fatlaða. Hér erum við að fara í aðeins ítarlegri breytingar hér og aukin þjónusta. Eins og ég sagði áður, þá aðalbreytingin hér að nú erum við að akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og hluti af grunnþjónustu sveitarfélagsins. Við erum að skerpa umgjörð reglurnar og samræma við aðrar reglur varðandi málsmeðferð og annað slíkt. Hliðsjónar eru leiðbeiningar ráðuneytis akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og framkvæmd í öðrum sveitarfélögum. Það er ein nýjung í þessum reglum miðað við eldri reglur er að nú geta fatlað fólk fengið sérstök kort sem veita ákveðna niðurgreiðslu á hverja ferð með leigubifreið utan þjónustutíma akstursþjónustu. Það var það sem ég var að reyna að koma frá mér áðan. Og þannig að þetta er að tryggja fötluðu fólki meiri þjónustu á kvöldin helga. Í þá hvað maður segja störfi eða tómfundir. Þetta er nokkuð ávið innan bæjar. Við erum með þessum reglum líka að tryggja öllum ungmennum og börnum rétt til akstursþjónustu og við erum með skýrar og ítarlegri reglur. Notendur á fatlaðra hefur farið yfir þessar reglur og samþykktar mælt með þeim. Það á líka við öldungaráð fór yfir þær reglur sem við samþykktum áðan varðandi akstursþjónustu fyrir aldraða. En eins og ég skil bæjarfulltrúa minnihlutans þá er þetta hvatning til okkar að endurskoða reglurnar og hafa þær lifandi og
og skoða þörfin á hverjum tíma og ég alveg sammála því. Ég líka, sko, það náttúrulega viss bara breyting í kerfinu hjá öllu þessum fólk. Þegar það verður 67 ára, alveg þegar svara spurningum síðan áðan, það náttúrulega væntanlega miðað við það úttekking. Þannig að það minn skilningur að við verðum að miða við, þetta lína sem dregin samt inn á einhverju tíma fyrir einhverju síðan og við miðum við það. En eins og ég sagði áðan þá þeim sem að njóta akstursins fyrir fatlaða fyrir þennan tíma heim tryggður aðgangur að þessu áfram. Þessar aksturs, þessu formi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson í máli sínu. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Þannig að forseti áður bæjarfulltrúar, ég aðeins trefur þessu. Og að velta fyrir mér með þennan 67 ára aldur. Maður horfir bara út frá ákveðnu svona jafnræðisreglum. Hvernig líta þá reglurnar út, sko, öldrunarþjónustu megin? Þetta sama orðalag 5 megin eins og í þessari grein? Ég hef ekki lesið það kannski nægilega vel. Þannig að því við komum til fellur vantarlega undir akstursþjónustu aldraðra. Og þessi grein þá þar inni með sama hætti. Ég er bara greinilega ekki búin að lesa alveg nógu vel það. En mér finnst sérkennilegt samt, svo ég segi það bara, að við séum að skilgreina þetta í sirkulagi. Mér finnst það eiginlega að við skilgreinum þetta heildstætt eins og ég nefndi. En ég veit þó að önnur sveitarfélög eru með þetta með sambærilegum hætti hér, til dæmis eins og Reykjavíkurborg. Nefndi hjá Reykjavíkurborg. Við séum að þau aðskilja þessar 2 þjónustufólkna og eru með samþykki fyrir fólk sig. Þannig að við erum sjálfsög ekki að finna klóni í þeim en ég hafði haldið að vera skynsamlega að skilgreina með þeim hætti sem ég nefndi hér á. Og svo væri þetta líka athyglisvert þá, með umræðan sem fór fram fjármálun áðan og í tengslum við þá stöðu málaflokksins og hvaða viðbót þá væntanleg vegna aukinna þjónustukrafna. Þá held ég að það væri líka skynsamlegt fyrir bæjarráð að skoða þennan málaflokk með sama hætti og nefnt með allra. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég bæjarfulltrúi Ólafur fyrir spurningu. Þetta skilgreint báðum megin, annars vegar svo ég lesi upp úr reglum fyrir akstursþjónustu fyrir fatlaða, þá stendur það í annarri grein, ætli sé ekki 3. málsgrein, eftir skilyrðin, reglur þessar taka ekki til íbúa sem eru eldri en 67 ára, hafi einstaklingur sem orðinn er 67 ára talist fatlaður samkvæmt lögum nr. 38 og 2018 þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsstarfi nr. 38 og 2018 og notið akstursþjónustu fatlaðs fólk áður en hann náði þeim aldri á hann rétt á akstursþjónustu áfram á meðan þörf krefur. Akstursþjónustu fyrir aldraða þetta eitt af í annarri grein réttur til akstursþjónustu þetta ein af þetta 7. liðurinn þar í skilyrðum hafi einstaklingur sem orðinn er 67 ára talist fatlaður. Það raun og veru sama klásula. Þannig að þetta tekið fram báðum megin. Þannig að við erum tryggingar þar. Ég alveg sammála því
að við ættum að taka stöðum núna í báðum þessum málaflokkum og sjá hvað það kostar. Varðandi þessa akstursþjónustu fatlaðra, þá erum við að bæta við þjónustu. Þannig að við getum alveg gert ráð fyrir því að hún verði okkur dýrari sveitarfélaginu. En hins vegar vitum við ekki alveg sko, það var svona minn skilningur á samtölu við starfsmenn sviðsins að það væri ekki alveg hægt að negla það niður hver aukinn kostnaður yrði, en þess vegna er þetta mikilvægt að ég taka punktstöðu núna og fylgjast með þessu. Takk alveg. Bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Kristjáni Atli Sveinssoni fyrir að skýra þetta vel út hér. Ég get líka tekið undir það með bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni að ég tel bara sem mikilvægt horfum á þessa þætti samhliða hinum reglunum í bæjarráði. Ég get líka upplýst bæjarstjórnum það að eftir að samþykkt var hér í bæjarstjórn fyrir 2 vikum síðan það að vilja fá fund með félags- og barnamálaráðherra, þá hefur verið að ýta á ráðherranum það að við þurfum að fá skýr svör það hvenær sá fundur geti farið fram og þessi bara mikilvægt að við ræðum þessi mál og önnur sem tengjast þessari mikilvægu þjónustu sem við erum að sinna og fáum fund með ráðherra þetta og gerum grein fyrir þeim áhrifum sem þessi mikilvæga þjónusta að hafa á samfélagið okkar, þjónusta sem við viljum svo sannarlega sinna en ríkið þarf að standa í lappirnar og borga það sem borga skal með því sem á að gera. Þannig ég vil bara upplýsa bæjarstjórnum það að það er verið að vinna því að þessu ráðherra og vonandi þurfa að fá svör til fyrsta fund til að fara yfir öll þessi máli. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er akstursþjónustu við fatlað fólk. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá legg ég fram til atkvæðagreiðslu þá tillögu að reglum sem hér liggja fyrir akstursþjónustu Akraneskaursstaðar við fatlað fólk samþykkja þessar reglur, gjörðu svo vel gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og reglunar eru samþykktar 9-0. Þriðji fundarliður hefur málsnúmer 21.05.089. Þetta fjallar fæði starfsmanna Akraneskaursstaðar, matarmiða. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum nr. 3458 þann 20. maí síðastliðinn tillögu hækkun á verðgildi matarmiða Akraneskaursstaðar úr 1.600 krónum í 1.750. Gildi frá 1. maí 2021. Og þessi tillaga er lögð fram og orðið laust hana. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkja þessa breytingu varðandi verðgildi matarmiða starfsmanna Akraneskaursstaðar eru þá beinir að gefa merki. Það eru 9 hendur á loft og með samþykkt 9-0. Fjórði fundarliður hefur málsnúmer 21.04.179 Flóahverfi markaðssamningur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum nr. 3458 20. maí síðastliðinn markaðssamning Akraneskaursstaðar og Merkjaklappar ehf. Og þessi samningur er í fundargögnum bæjarfulltrúa og hér með laus til umræðu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson var orðið. Gjörðu svo vel.
forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég vil koma inn upp og líka tækifærið og fagna þessu samning. Það hefur verið unnið af vistvænu viðgörnum töluverðan tíma innan kerfis. Á skipulags- og umhverfissviði hefur þetta verið töluvert til umræðu. Eins hefur bæjarstjóri og aðrir starfsmenn unnið að þessu öllulega. Í mínum huga er þarna færir undir vistvænu viðgörnum færir okkur mörg tækifæri, marga möguleika. Eins og umhverfið er að þróast í dag, þá er umhverfisvitund alltaf að vera sterkari og sterkari. Mörg fyrirtæki sækja í einmitt þetta umhverfi. Þetta er mjög þekkt víða í Evrópu, en tiltölulega óþekkt hérna. Það sem eru gerðar meiri kröfur til fyrirtækjanna bara almenna umhverfisvitund og þeirra starfsemi sem er á þessu stöðum. Þess að segja, ég held að þetta fyrsta skref sem við erum að taka núna, þetta jákvæða skref, muni færa eitthvað mörg tækifæri. Af þeim 18 lóðum í Flóðahverfinu sem komið til úthlutunar síðasta ári eru allar farnar. Þannig að það er ljóst að á næstu mánuðum verður mikil uppbygging í þessu hverfi. Það er þegar hafin vinna við undirbúninga frekari gatnagerð, sem er náttúrulega að tryggja okkur fleiri lóðir. Ég held að það er öllum bara ljóst að þetta svæði mun á næstu árum lifa lífi og vonandi tryggja bænum fleiri atvinnutækifæri og eflingu þess atvinnu sem er í bænum þegar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust Flóahverfi markaðssamning. Það er ekki fleiri sem, það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég kem bara upp til að segja þessu spennandi verkefni. Mér þykir þessi samstarfssamningur vera og það sem hann felur í sér. Og ég tel það að þessi samningur og þetta verkefni sé tækifæri til þess að fjölga eggjum í körfunni og þeir laða hingað til okkar að hingað komi jafnvel fleiri fyrirtæki, fjölbreyttari atvinna, sem felur auðvitað í sér meiri atvinnutækifæri fyrir okkar íbúa, geti skilað samfélaginu og okkur auknum tekjum og það við erum auðvitað alltaf að leita leiða til þess að eignast eða fá meiri tekjur, meiri tækifæri fyrir okkar íbúa og ég tel að þetta verkefni sé bara eitt liður í því að við náum að koma þeim markmiðum í framkvæmd og mér langar bara í rauninni að fagna þeim samhug sem hefur verið bara þetta verkefni hér í ráðum og nefndum bæjarins og þakka þeim sem hafa verið að vinna því að þetta verði að veruleika. Þannig að bara takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða þennan fundarlið. Svo er ekki. Og þá berum við þetta hér undir atkvæðagreiðslu og þá bið ég þá sem er samþykkja fyrirliggjandi markaðssamning Akraneskaupstaðar og Merkjaklappar ehf. Að gera svo vel að merki. Það er samþykkt 9-0. 5. fundarliður hefur málsnúmer 19.10.179 til Fjöliðjan uppbygging á Dalbraut 10. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu nr. 3458 20. maí síðastliðinn erindisbréf fyrir starfshóp uppbyggingu Fjöliðjunar og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Bæjarráð samþykkti breytta dagsetningu lokaskila hópsins miðað við samþykkt drög skipulags- og umhverfissviðs til 16. júlí í stað 1. júlí 2021. Og orðið er laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson bara gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar og hlýða komin upp til þess að fagna því að við séum að taka þetta skref. Þetta ferli er orðið langt og oft á tíðum hefur tekist vel á. Verkefni starfshópsins er veigamikið, en helstu atriði eru að vera í reglulegu samvinnu við eftirlitsaðila og hönnuði, funda með hagsmunaaðilum þær fortekningar og hugmyndir sem nú liggja fyrir, að leggja fram tillögu fullgerða hönnun viðeigandi ráð, sækja styrk til verkefnis jöfnunarsjóðs, bjóða og leggja grunn í fjárhagsáætlunar, samhliða að skipuleggja lóðafrágang og annað sem kann að skipta máli. Það er ekki búið að full skipa í hópinn, en það er samt sem áður það ég sem verð fulltrúi meirihluta og bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem verður fulltrúi minnihluta og eins er búið að verða í hópnum sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs og sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs en okkar í hópnum verða fulltrúar fjölliðinnar, fulltrúar arkitektunum og fulltrúar notenda. Ég bara nýtt tækifæri að segja mér hlakka til þessari vinnu. Eins og ég sagði, þetta er mikil vinna og veigamikið, margt sem er framundan. En ég er sannfærður það að lokaniðurstaðan verður góð og hlakka til að vinna með félagi mínum Einari Brandssyni að þessu verkefni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Arnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi starfshópinn uppbyggingu fjölliðu. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri, Ari Snór hér. Ég ætlaði bara að koma hérna jafnframt og fagna því að við séum að fara í gang með þennan starfshóp og segir ég ber fullt traust til þeirra þekkja úr bæjarstjórn sem að taka sætið þarna, bæði Ragnars bæjarfulltrúa, Baldvins Ragnars B. Sæmundsson bæjarfulltrúa og Einars Brandssonar bæjarfulltrúa. Þannig að ég vona bara að tíminn verði nýttur í vel og við náum að kýla þetta verkefni í gang fyrir þann tíma sem við gefum okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Þeir sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir má hlýða og stíga upp og fagna eins og þessi starfshópur að fara í gang og þessi uppbygging í þessu mikilvæga starfi sem er inni í fyrirtækinu til að færast honum til fyrra horf en lýsir vonbrigðum enn aftur. Ég hef ekki getað tjáð mig nógu mikið opinberlega þetta mál en lýsir miklum vonbrigðum með það að við skildum ekki á nýtt tækifæri og byggt alvöru húsnæði undir þetta mikilvæga og göfuga starf sem sagt því að mér finnst bara að húsnæðið enganlega henta. Síðan það starfsemi sem er vaxið og dafnað þó í þessu húsnæði að hafa ekki nýtt tækifæri sem bauðst núna þegar kveiknaði í húsnæðinu eða bara upp á stað líka maður horfir á hvernig reiturinn að byggjast upp að þá endar þetta húsnæði að vera eins og algjörlega skönna þannig að en guðkvæði þess að vona að þetta gangi vel, starfsemi gangi vel við óskum velfarnaðar í því sem framundan er og að verkið takist með þeim hætti að verði gott fyrir að starfsemi að verður inn í þessu húsnæði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson var orðið. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir með þeim sem hér hafa talað að það er mikilvægt að við stígum næstu skref í uppbyggingu fjölliðunnar
Ég verð eins og að segja að ég sakna þess aðeins þegar maður rennir yfir hlutverk og helstu verkefni hópsins og skoða síðan þá sem að hafa verið tilnefndir í hópinn eða verða væntanlega tilnefndir. Ég sakna þess aðeins að það sé ekki meira nýræmi í þessu. Og ég velti fyrir mér hefði ekki verið rúm í þessum hópi til dæmis fyrir annan fulltrúa, utanaðkomandi fulltrúa. Aðila sem að mögulega býr ekki á Akranesi, hefur jafnvel komið af starfsemi, sambærilegri starfsemi eða uppbyggingu. Og mér finnst við vera aðeins og íhaldsum. Þetta minnir mig svolítið á eins og þessum hópi sem fyrst og næst ætlaði að drífa málið af og klára þetta. En ég sakna þess aðeins að því að það hafa verið deilur bygginguna, að þá hefði ég viljað gjarnan sjá aðila þarna inni sem hefði gefið þessu mikið nýnæmi. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég er sammála bæjarfulltrúa Ólafi Adolfsssyni. Í þessu verkefni eins og öðrum er mjög mikilvægt að sem flestar allir heyrir. Það kemur fram hérna í erindisbréfinu ráðgjöf. Starfshópur getur kallað til alla þá starfsmenn sveitarfélagsins eða sérfræðinga sem hann telur nauðsynlegt hverju sinni og skal til að halda verkinu innan kostnaðarramma fjárhagsáætlunar. Ég allavega, ef ég tala fyrir mig, nú hefur hópurinn ekki komið saman, en ég mun allavega leggja það til að þegar við erum komin á stað í vinnuna og þegar hönnun og annað fyrir að liggja fyrir, að við fáum utanaðkomandi aðila, eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson benti á, til þess að rýna þetta með okkur. Aðila sem eru að vinna á sambærilegum vinnustöðum, aðila sem eru úr þessu kerfi, til þess að bara sjá, er okkur yfirsjást eitthvað eða eru þarna tækifæri sem við höfum ekki komið auga á. Því að ég held að það sé mjög mikilvægt, líkt eins og við höfum bara séð í starfshópnum uppbygginguna á Jaðarsbökkum. Þar hefur samstarfið verið mjög víðtækt, það hafa margir komið að. Við fengum hér mjög góða kynningu daginn, þar sem að farið yfir til dæmis að skólastjórnendur, kennarar, aðilarinn og íþróttahreyfingunni og raunar allir notendur hefðu komið að og komið umsögn og ég held að þetta sé að sú vinna til fyrirmyndar og ég mun leggja áherslu á að við munum leita eftir sambærilegum umsóknum á þeim aðilum sem koma þarna og sérfræðingur utanaðkomandi sérfræðingur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er enginn sem biður um orðið og þá göngum við til afgreiðslu á þessu máli, 5. fundarlið, sem er erindisbréfum fyrir starfshóp uppbyggingu fjölöðunar og gert ráð fyrir að lokaskil starfshópsins verði 16. júlí næstkomandi. Þessi samþykkja framkomna tillögu að erindisbréfum þannig að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. 7. fundarliður hefur málsnúmer 20.05.059 barnvænt sveitarfélag með réttindi barna að leiðarljósi. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3458 þann 20. maí erindisbréf stýrihóps barnvænt samfélag og vísaði til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Bæjarráð samþykkti breytta tímasetningu upphafsvinnunar miðað við samþykkt velferðar- og mannréttindaráðs og lagði til að upphafið yrði í júní en ekki í maí. Já, þannig er málið lagt fram hér og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir, gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða. Ég ætlaði bara að koma hérna upp og fagna því að þessi starfshópur sé að fara í gang. Þetta er mikilvægt mál, mikilvægt málefni, en ég langaði mig bara að setja þetta fram. Takk. Og Bára Dagadóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er enginn sem biður orðið og þá biður ég þá sem samþykkja erindisbréf stýrihóps barnvænt samfélag sem gert er ráð fyrir að hefja störf í byrjun júní næstkomandi fyrir svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Við förum í 7. fundarlið 21.05.033, Hreggi AK85, skipaskrár númer 1873, forkaupsréttur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum númer 3458 þann 20. maí að falla frá forkaupsrétti sveitarfélagsins á fiskiskipinu Hreggi AK85 og vísaði málinu til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem biður orðið og biður þá sem samþykkja það að bæjarstjórn falli frá forkaupsrétti sveitarfélagsins vegna sölu á þessu skipi og gera sölu ekki á merki. Það er 9-0. 8. fundarliður hefur málsnúmer 21.04.263, Dalbraut 8 samningur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu 20. maí síðastliðinn samning Akraneskaupstaðar og Veitna ohf. Yfirtöku Akraneskaupstaðar á lóð og mannvirkjum á Dalbraut 8. Bæjarráð samþykkti breytingu á fjárfestingar og framkvæmdaáætlun ársins 2021 og viðbótar útgjöld vegna samningsins samtals á fjárhæð krónu 24.653.000 og vísaði málinu til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið er laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson bara gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi á þessu mál hlýða. Ég er mikið að fagna þessu fundi og ég ætla líka að fagna þessu samning. Það er búið að standa yfir viðræður við Veitur í töluverðan tíma. Nú loksins er komið á samningur, mjög hagstæður samningur að ég tel fyrir bæjarfélagið. Samningur sem er annars vegar byggður upp á því að það er eftirgjöf gatnagerðargjalda í samræmi við stærð hússins og hins vegar svo fer seinni hluti eða helmingur verðsins eftir því hvort að við getum selt á sömu verðum og úthlutað hefur á Dalbrautareiknum eða ekki. Þannig að endanlegt verð liggur ekki alveg fyrir. En það verður samt sem að vera aldrei hærra en hver á samningnum. Við eigum að fá lóðina að fullu afhenta í nóvember. Þannig að ég held að það sé svo sem ekki í því fyrirstöðu að við hefjum vinnu núna undirbúninga því að úthluta að lóðinni, það sé möguleiki að úthlutin núna í haust. Samkvæmt skipulagi kemur til með að rísa þarna fjölbýlishús með rúmlega 60 íbúðum. Þannig að það skiptir miklu máli að koma þessari lóð sem fyrst í vinnu og getur fullvissa allan að það svo vinna er farin. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er enginn sem að biður orðið og þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi samning Akraneskaupstaðar og Veitna yfirtöku Akraneskaupstaðar og lóð og mannvirkjum á Dalbraut 8 að gjöra svolítið gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti. Samþykkt með öllum atkvæðum bæjarstjórnar. 9. fundarliður málsnúmer 20.11.281 slökkvilið tækjabúnaður. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu 20. maí síðastliðinn viðauka 2 við samstarfssamning Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar
brunavarnir og eldvarnareftirlit dagsett 20. desember 2001, samanber viðauka dagsettan 4. desember 2020, framlengingu samstarfssamningsins 1 ár til 30. desember 2021. En viðaukinn felur í sér ráðstöfun kaup á stigabíl fyrir slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Bæjarráð samþykkti breytingu á fjárfestingar og framkvæmdaáætlun ársins 2021 vegna kaupanna á stigabílnum, samtals á fjárhæð 59.553.000 og vísaði bæjarráð málinu til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Orðið er laust þennan fundarleik. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það er fullur aðeins sem hlýða, en áttur að fagna. Eins og allir vita þá höfum við verið þarna án stigabíls í að verða 2 ár. Við höfum að bíl hefur verið brúað með aðkomu annarra verktaka á svæðinu sem hafa verið í startbólunum. Það er náttúrulega, sem kýfur að skilja, eitthvað sem ekki er hægt að una við. Því er verður þetta mjög gott skref þegar við fáum bíl. Eftir minni vitneskju þá er bara núna í gangi vinna innan slökkviliðsins þar sem verið að skoða möguleika sem við stöðunni. Þessi samningur er tvíhliða, annars vegar greiðum við hluta og svo Hvalfjarðarsveit í samvinnu við slökkviliði. Og þegar svo staða náttúrulega við vorum í þessi vinnufólk fyrsta stað, þá vorum við að skoða eldri bíla, svokallaða sýningabíla. Ein hliðarverkun af COVID er svo að þeir bílar eru ekki til á markaðnum. Allt sýningahald og annað hefur fallið niður, þannig að markaðurinn er þrengri en menn eru samt komið augastað af einhverjum bílum og eru að skoða, þannig að vonandi leist úr þessum fyrst og við fáum bara góða bíl hérna til starfa. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bæjarfulltrúi Ólafur Andersson. Gjörðu. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alltaf ástæða til að fagna þegar við kaupum eitthvað nýtt út. Og mér fannst Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi fara vel yfir svo sem ákvæði samningsins utan eitt. Það er nýmæli í þessum samningi að við erum í sjálfsögðu að gera ráð fyrir greiðslu frá atvinnufyrirtækjum sem aðalega að horfa til grundarframkvæmdasvæðis í þeim efnum. Ástæðan fyrir að við veljum þennan bíl fremur en aðra er sú að hann nýtist betur heldur en minni bíl inn á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga. Og það þýðir að við erum að gera ráðstafanir vegna fyrirtækja sem er á því svæði. Og þegar maður les lögin slökkvilið, þá er ljóst að öll sérúrræði sem grípa þar til vegna fyrirtækja þau eiga að bera að minnsta kosti hlutdeild í þeim kostnaði. Og þannig þetta er nýnæmi held ég í þeim samningu sem við höfum verið að gera og rétt kannski að vekja athygli á undir þetta með. Bæjarfulltrúi Ólafur Andersson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls eftir 9. fundarlið? Svo er ekki og þá ber ég upp eftirfarandi tillögubókun sem að hljóða svo að bæjarstjórn Akraness samþykkir viðauka 2 við samstarfssamning Akranesskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar brunavarnir og eldvarnareftirlit dagsett 20. desember 2001, samanber viðauka dagsettan 4. desember 2020 framlengingu samstarfssamningsins 1 ár til 31. desember 2021. Viðauki 2 felur í sér ráðstöfun kaup á stigabíl fyrir slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Þessi samþykkja þetta beinir með réttu bönd. Það er 9 hendur á lofti, samþykkt með öllum atkvæðum.
10. fundarliður, málsnúmer 21.01.002, þetta fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021 og lögðu fram ein fundargerð nr. 3458 frá 20. maí síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Við höfum svo sem verið að afgreiða ansi mörg mál af þessum fundi hér á vettvangi bæjarstjórnar. Það enginn sem að kveður sér hljóðs og telst á þessi fundargerð bæjarráðs sem lögð fram. 11. fundarliður, málsnúmer 21.01.005, fyrir fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram 3 fundargerðir, nr. 196 frá 10. maí síðastliðnum, nr. 197 frá 17. maí og nr. 198 frá 18. maí síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem ákvað hlýða tvennt undir þessum fundargerðum. Annars vegar frá fundi nr. 197. Það 5. fundarliður Asparskógar 3 og þarna virðist vera komin enn ein breytingarbeiðnin fram frá lóðarhafa og það sem kemur ekki fram í fundargerðinni, þá hefði ég viljað fá það fram hvers konar breytingar verið að fara fram á. Þetta þá önnur breytingin sem að lóðarhafi fer fram á og síðan að fékk lóðina út þetta. Svo það fundur númer 198 og það var sameiginlegur fundur málefni Grundarskóla og ég stóð hér upp á síðasta fundi og óskaði eftir að fá þessa kynningu senda. Fyrir fundinn það var ekki orðið við því en það komu svo sem skýringar frá bæjarstjóra Pósti af hverju. En ég hef ekki fengið þessa kynningu ennþá send í Pósti. Þannig að ég óska enn og aftur eftir því að bæjarfulltrúar fái senda gögn sem óska eftir. Annars var það ekki meira í bili. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar sem hlýða, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kemur upp og spurði út í lið nr. 5 á fundi nr. 197, Asparskógar 3, fyrirspurn skipulagsfulltrúa. Breytingin felst í því að fjarlægðar milli húsa eða óskum að fjarlægðar milli húsa sé aukin sem mun tryggja meiri sól. Meiri íbúar milli sólar og eins þetta bara eldvörnum. Fyrst að ég komin hérna upp þá ætla ég að nýta tækifærið. Mér langar til þess að fara í fundargerð nr. 196. Öðvarsér 4, markmið 4 umsókn byggingarleyfi. G. Vallá skilaði inn umsókn að byggja við einingarsmiðjuna. Húsnæði sem mun standa á bakvið núverandi framleiðslusal upp við menn þekkja þarna til gamla vegstæði. Tæplega 1400 hús og náttúrulega bara mikið fagnaðarefni að þarna öflugir aðilar eins og G. Vallá séu að þarna vilja byggja hér frekar upp. Þeir hafa miklar hugmyndir starfseminni hjá sér og þarna við höfum átt í góðu samtali við þá og ég hef mikla trú á því að þarna þeir eftir að fara í meiri uppbyggingu á næstu árum. Við vitum og höfum öll heyrt þarna þau áform sem Reykjavíkurborg hefur upp á Höfða og þarna þar eru fyrirtæki eins og Vallá og fleiri víkjandi. Þó að við gerum okkur grein fyrir því að stór hluti þeirra framleiðslu sem þar
eða starfsemi verður náttúrulega aldrei annars staðar en höfuðborgarsvæðinu hjá markaðnum, en þarna þá samt sem áður við með uppáhaldsmikla starfsemi þar sem á vel heima hér og vonandi verður bara frekar uppbygging hérna. Mér langar líka að koma inn á þá í fundargerðisögum á 197. Það liður númer 8, Höfðasel og Breiðagata, yfirborð gatna 2020. Nú búið að leggja á Breiðagötuna sem eftir var þar, mér að vita, og eins fyrsta áfangavöll í Höfðaseli, þá frá Þjóðvegi og að Smellin, eða að Vallá. Nú undirbúningur fyrir áfanga 2 sem þá út þá götu að lóð númer 12 og þessi gata hefur náttúrulega verið malagata frá upphafi og ekki sé komið tíma á að menn gangi almennilega frá þessu hverfi og þeir sem eru þarna og lýst yfir mikil ánægð með þetta og ég trúi því að þetta sé bara jákvætt og menn eru bjartsýnir þarna á uppbyggingu og annað. Það langar mér að lokum þess að koma inn á fund númer 198. Bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir nefndi hér áðan eina lið á þessu fundi, sameiginlega fundi sem grundaskóli, endurhönnun og samningar. Leiðilegt ef að gögnin, hún er ekki mikið gögnin, þetta var mjög góð kynning, mjög metnaðarfull uppbygging. Þetta mun koma inn í skipunar- og umhverfisráð á næsta fundi ráðsins og það verður mjög fróðlegt að sjá og heyra álit fulltrúa ráðsins sem í framhaldinu vísa til bæjarráðs sinni niðurstöðu, en ég held að ég gat allan ekki betur heyrt en á þessum fundi það væri allir lýst yfir mikilli ánægju með þessa hönnun sem okkur var sýnd, svo sem loka niðurstaðan verður. Eins og allir muna þá komu hefur verið að kljást í vandamál með glerull og raka, sem betur fyrir var rakavandamálið mun minna í sniðum en þeim byggust í upphafi. Miklu vandamálin voru ekki í ytra byrði, heldur salernum og ræstikomm og annars við innra rými sem búið að koma í veg fyrir. Þar sem raki mældist í ytra byrði, því rými var lokað og verður farið það núna í sumar þegar nemendur eru víðsfjarri. Þessi skólabygging Síálman er orðin 40 ára gömul og sama hvaða leið við förum þá held ég sé alveg ljóst að það er löngu kominn tími á gagngera endurbætur og raun og veru að það þurfi að skvera algjörlega á húsnæðinu. En ég segi, við fáum þetta inn í skipunar- og umhverfisráð í næstu viku og ég hlakka til þess að taka þátt í umræðunni þar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveð hlýða. Ég ætla nú að taka undir margt af því sem að formaður ráðsins nefndi hér í ræðu sinni varðandi grundaskóla. Að húsnæði er á formörkum á sumum stöðum og held ég að að sýna bara kjark og þor líka að horfa á hugmyndirnar í heild sinni, en samt þó þannig að vera gagnrýnin og horfa hvort við gætum mögulega bent á einhverja þætti sem gætum mögulega farið öðruvísi, af því að við erum fyrst og fremst líka að hugsa krónur og aura og þá þurfum við að fara að forgangsraða fjárfestingar og framkvæmdaáætlunum. Ég sat nú þennan fund svona að mestu sem var haldinn í fjarfundi, en það hefði verið gott eins og ég sagði á hann að fengi þessu gögn sem þessi tími liðinn og eflaust allir verið með fundi í sínu baklandi fyrir þennan fund til dæmis og það er verið að kalla eftir því að þessi gögn séu líka sýnd. Þannig að ég kom ekki til skila.
Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs? Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þar með teljast þessar 3 fundargerðir ráðsins nr. 196 til 198 hér með framlagðar. Við förum í 12. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 21.01.004 fyrir fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lögðu fram fundargerð nr. 161 frá fundi sem fram fór þann 18. maí síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður, það er bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson sem kveður sér hljóðs, gjörðu svo vel. Forseti, ágættu bæjarfulltrúar sem ég gleymdi að minnast á áðan. Bæjarstjóri og aðrir sem áttu að bíða. Föstudagur 1 sem kom reyndar aðeins inn á áðan að mjög skemmtileg kynning að sjá þarna sem við fengum grundaskólann og hugmyndir að endurbótum á í 40 ára gamla mannvirki sem startaði grundaskólann sínum tíma. Það var einmitt góður punkt sem arkitektin kom inn á og var það og ég bara get ekki annað að tekið undir með hann. Ráttur á 3 börn sem gengur gegnum skóla og svo síðastur útskrifast í haust. Það tókst mér alltaf að villast í grundaskóla. Ég hef aldrei getað ratað þennan skóla. Ég komist inn á stóra salinn og búið. Það sé ég bara villst. Úlíkastíði var auðvitað. Þannig að ég fagnaði þessum hugmyndum sem þar komið fram og vonandi tekst okkur að gera eitthvað mjög skemmtilegt og fallegt fyrir þessa góðu byggingu. En liður 2 í fundargerðinni var það sem ég langaði að koma hérna inn á. Þakka starfshópnum flotta kynningu og langaði að hvetja okkur áfram með því að ég sá bæjarráð Íslands til fjárlagsgerðar, fjármálagerðar fyrir 2022. Skóla- og frístundaráð, fundur sem ég satt sjálfur. Þakkaði góða kynningu en tók mér ekkert meira undir það. En þarna er mikið tækifæri fyrir okkur að stíga fram. Ég held að sé hagræðingartækifæri fyrir kaupstaðinn. Ég held að sé möguleikar þarna til þess að styðja við atvinnulífið og atvinnuuppbyggingu á Akranesi. Fækka störfum á vegum bæjarins með því að bjóða þetta út. Þar sem við getum held ég öll verið sammála það að mikilvægi Akraneskautar í atvinnulífinu er full mikilvæg Akranesi. Við sjáum út til of mörg störf og erum hvað maður segja, við erum að sjá of mikið störf og sjálfa Akranesi. En það er líka mikið tækifæri til þess að samræma máltíðir í skólastofnunum Akraneskautar. Og mörg okkar þekkjum það að hafa börn á leikskólum og grunnskólum og verið með á mismunandi stigum og verið með mismunandi fæði og annað slíkt. Í þessu liggja þá möguleikar að auka gæðin, hreinleika og bara næringar innihald matarins með því að setja þetta svona. Og þar með tryggja að, eins og við veitum öll líka, að því miður eru of margir sem stóla á þessa máltíð, þessar 5 máltíðir í viku til þess að fá nægilega næringu yfir vikuna. En tímaramminn okkar er rúmur núna. Það eru tækifæri til þess að gera þetta vel og rétt, setja þetta í útboð, hafa skýrt útboð til að mynda til þess að tryggja að þessi störf verði til á Akranesi og uppbyggingin eigi sér stað hér, að setja inn skilyrði það að framleiðsla matarins færi fram á Akranesi. Ég held að það sé, án þess að vera mjög löglegur þá held ég að það sé alveg möguleiki í útboð. En ég hvet ykkur til að taka þessa góðu skýrslu eða kynningu sem þarna fór fram, taka hana áfram og passa að hún sofningi í sumarfríum 2021 og hverfi í fjárlagagerðinni fyrir næsta. Því að það er margt mjög jákvætt og spennandi sem þarna koma. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Það er enginn sem óskar eftir að fá orðið og telst þar með þessi fundargerð skóla- og frístundaráðs nr. 161 framlögð. 13. fundarliður hefur málsnúmer 21.01.003 eftir fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lögðu fram fundargerð nr. 154 frá fundi sem fram fór þann 19. maí síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs.
Það enginn sem óskar eftir að fá orðið og telst þar með fundargerðin framlögð. 14. fundarliður er málsnúmer 21.01.009, fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2021 og lögð fram 304. fundargerð stjórnarfundar Orkuveitunnar á 22. mars síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það fulltrúi Ólafur Adolfsson bara orðið, gerð það vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta varðar 15. fundargerðarinnar og mig langar í að koma með hugmynd til forseta sem fulltrúi okkar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að fá Eddu Sif Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix, hingað til okkar á Akranes og fá að heyra það sem þau standa fyrir, sem standa að Carbfix. Og ég segi það kannski sérstaklega í ljósi þess að það ákveðin tækifæri sem liggja enn á grundartanga, bæði í föngun kolefnis og mögulega þá einnig, ég þekki það svo sem ekki nægilega vel hvort að sé að það verið einhverju niðurdælingu þar, en það örugglega hægt að fanga koldíoxíð síðan. Þannig að það væri gaman að heyra í Eddu Sif og fá hana kannski til að kíkja henni til okkar. Síðan hef ég áhuga á að fá aðeins nánari útskýringu á lið 9 sem staða og horfur á raforkumarkaði. Ég kannski kalla sérstaklega eftir því vegna þess að það hefur vakið furðu margra, vil ég segja, að sú afstaða forstjóra Orkuveitunnar að það þurfi ekki að virkja meira eða framleiða meira rafmagn. Og ég verð að segja að miðað við það sem ég horfi á, þá held ég að einmitt sé kjörið tækifæri til þess að leggja aukinn kraft í að virkja frekar og fullnýta þær auðlindir sem við höfum til raforkuframleiðslu. Því að ef við horfum til dæmis á loftslagsmálum, þá alveg ljóst að það mun verða mikil eftirstöðung fyrir allar okkar loftslagsáætlanir ef okkur tekst að nýta raforkuna okkar til dæmis til þess að framleiða kolefnishlutlaust eldsneyti. Fulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og forseti ætla nú bara svona að freista þess að svara eftir bestu getu hérna úr stóli forseta. Í fyrsta lagi þá það bara mjög góð hugmynd að við fáum framkvæmdastjóra Carbfix, Eddu Sif Aradóttur, til fundar hingað á Akranes með bæjarstjórn. Og ég held að það sé bara mál sem að vert að ganga í og hárrétt sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson bendir á að það eru miklu möguleikar á atvinnusvæðinu og Grundartanga að minnsta kosti til föngunar ef ekki til förgunar einnig. Varðandi seinna málið, staða og horfur á raforkumarkaði, eins og kemur fram í fundargerðinni að þá þessum lið fresta á þessu fundi, þannig að það sem kom ekkert fram þarna frá forstjóra og fór í raun og veru engin umræða fram í stjórn. En þetta alveg rétt sem að bæjarfulltrúi nefnir að forstjóri Orkuveitunnar hefur gengið fram með ákveðnar svona skoðanir varðandi orkumál og virkjanamál og það engin spurning að þetta eru mjög skiptar skoðanir og það eru skiptar skoðanir innan stjórnar Orkuveitunnar. Þannig að það sé bara sagt. En ég held að þetta sé alveg mál sem að vert að við bæjarfulltrúar hér á Akranesi til að mynda bara ræðum okkar á milli og það væri mjög mikill styrkur af því fyrir mig sem ykkar fulltrúa í stjórninni
að hafa bara svona ákveði veganesti frá þessari bæjarstjórn hér inn á stjórnarfundi Orkuveitunnar þegar að þessi mál koma til umræðu. Vona að þetta svona veiti fullnægjandi upplýsingar í bili en ég mun að sjálfsögðu fletta í fundagögnum og athuga hvort það ekki eitthvað meira sem ég get fundið og upplýst bæjarfulltrúann. Og orðið þá laust og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fer orðið fyrir svo vel. Þegar forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara varðandi tillögunum að fá Eddu Sif Haukur til þess að segja okkur frá kaffi, þá held ég að það væri kjör ef við myndum bjóða nágrannum okkar í Hvalfjörðsveit og hafa þetta sameiginlega fund. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja ræða fundargerð stjórnar Orkuveitunnar? Svo ekki og telst hún þá hér með framlögð. 15. fundarliður, förum í hann hefur málsnúmer 21.01.010, fundargerð Faxaflóahafna á árinu 2021 og lögðu fram fundargerð stjórnar Faxaflóahafna nr. 205 frá 23. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fer orðið að gjöra svo vel. Forseti bæjarfulltrúi Alex Már Hlíða. Mér langar að koma inn á 2 mál á þessu fundi. Það annars vegar liður nr. 5. Við ræðum vetnisframleiðslu á Grundartanga. Þarna fór sviðsstjóri viðskiptasviðs yfir áhuga erlendra aðila og mögulegri framleiðslu á vetni og vetnisafleiðing til útflutnings frá Grundartanga. Mjög spennandi verkefni. Það nú þegar farin af stað vinna við svona umhverfismat til þess að flýta fyrir þá ef þessari eða sambærilegu framleiðslu verður. Eins fór undir þessu lið bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson upplýstu stöðu mála í rafeldsneytisverkefni á vegum Þróunarfélagsins. Bæði þessi mál, rafeldsneytisframleiðslan og vetnisframleiðslan eru gífurlega spennandi verkefni. Við höfum séð undanfarna mánuði þessa umræðu vetnisframleiðslu. Það eru á mörgum stöðum í heiminum uppi áform gífurlega mikla framleiðslu, meðal annars upplýstisviðstjóri aðila sem hefði komið að máli við Faxaflóahafnir fyrir 2 árum. Sá aðili í dag búinn að skala upp verkefni þannig að raforkuframleiðsla í Íslandi myndi ekki duga fyrir þá vetnisframleiðslu sem þeir eru á teikniborðinu þeim. Þannig að það eru mjög stór verkefni sem að teiknast upp í heiminum og það verður bara mjög spennandi ef við getum tekið þátt í því. Seinni liðurinn sem við langar að koma inn á er liður nr. 7, farþegaskip 2021. Það eru, þegar þessi fundur var haldinn, þá var töluvert af farþegaskipum sem voru ennþá bókuð. Í þessum geira þá halda menn í sér eins lengi og hægt og hafa verið afbókað mjög seint. En síðan þessi fundur var, þá náttúrulega hefur líka margt gert. Við höfum séð núna undanfarna helgar, við höfum heyrt í fréttir þar sem að koma í kringum 20 vélar á Keflavíkurflugvelli á dag. Og bólusetning frá mörgum á okkar mikilvægustu markaðssvæðum hefur gengið mjög vel, til dæmis Bandaríkjunum, sem hefur verið mjög stór í þessum geira. Þannig að vonandi sjáum við fram á það í sumar að það verður töluverð skip að koma inn. Það skiptir mjög miklu máli í efnahagsreikning samlagsins, segi ég. Þannig að vonandi verður þetta ekki bara afbókanir út í eitt.
Já, lokum langar mig kannski líka aðeins að koma inn á lið númer 9, starfsáætlun stjórnar og benda ég fundarmönnum á að þar fulltrúi okkar, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Hann var líka fulltrúi okkar í EF-þöfninni, listaði verkefni mjög vel og ég hef enga trú á öðru þetta verði líka vel gert. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að svindla því að ég ætla í sjálfu sér ekki að fara í neitt sérstakann fundarleið. Ég ætla bara að nota tækifærið til umræðu fundargerð Faxaflóahafna að koma fram með spurningar til aðalmanns okkar í Faxaflóahöfnum, bæjarfulltrúans Ragnars B. Sæmundssonar. En það sem mér liggur á hjarta er hver staðan er á fyrirhuguðum endurbótum á aðalhafnargarðinum hér á Akranesi. Í 2018 er farið á stað með þetta verkefni, sennilega var á stað 2017, en 2018 mitt ár er það komið á þann stað að það eru búið að senda þetta í mat á umhverfisáhrifum og senda til aðila sem ber skylda til að senda á. Svona framkvæmdir er að ræða og komið frá þeim og ef ég man rétt var þetta inn á fjárhagsárinu 2019. Því var frestað þá, skilst mér, inn á árið 2020 og nú er komið árið 2021 og við hér á Akranesi allavega sjáum engin merki þess að það sé neitt að fara í gang og með það sem að ég hafði hér á orði í síðasta bæjarstjórnarfundi að þá finnst mér vera að draga lappirnar eina ferðina enn í því að efna það loforð sem að Faxaflóahafni gaf okkur í upphafi að hér byggð upp fiskihöfn og í rauninni er allt á sama veg að það er bætt þjónusta fyrir útgerðir í Reykjavík en það er ekki hægt að segja það sé gert hér. Þannig að ég ætla að biðja Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúa og okkar stjórnarmann í Faxaflóahöfnum að koma og gefa okkur kannski smá rapport eða skýrslu það hvernig staðan á þessu verkefni er og ég ætla að enda á því að hvetja okkar aðila sem sitt í stjórninni að tala máli okkar og taka upp umræðu það hvort það ekki sé tímabært að fara að huga því að undirbúa uppfyllinguna sem fyrirhuguð var við stóra hafnargarðinn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa að smá hlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson komur upp og kom með mjög góða spurningu. Lenging á hafnarkanti. Þegar COVID reið yfir í síðustu fjárhagsáætlun
Faxaflóahöfnum, þá var öllum stærri verkefnum frestað, en snéru ekki að öryggisatriðum. Fyrir utan rafvæðingu, verkefni sem voru komin á stað með ríkinu og samskiptaumskip, samningar sem voru komin á. Öllum öðrum stærri framkvæmdum í saman hvort það var hér, Grundartanga eða Reykjavík var frestað, sem snéru ekki öryggi. Stærsta verkefni þar var sem kemur inn á öryggismál var dýpkun Viðarsunds, því að stærstu gámaskipin voru við það að taka niður. Þessi stækkun inn á fjárhagsáætlun 2023. Hönnunargögnin eru langt komin, útboðsgögn í stálþýli eru klár, þannig að þessi vinna er svo sannarlega hafin og er langt komin. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson brýndi mig og bæjarfulltrúa Ólaf Adolfsson, fulltrúa Kaupstaðar í Skjólum, til þess að láta í okkur heyra og halda uppi málstað Kaupstaðarins. Við höfum svo sannarlega gert það. Við reynum að koma Ólaf Adolfsson inn í sem flesta starfshópa þannig að hann sé með öll spil úti. En að öllu gríni slepptu þá erum við svo sannarlega að minnum á þetta reglulega og þegar þessu verkefni var frestað ásamt öllum hinum, þá var það rætt að þetta verkefni væri á stað líkt og öll hin sem hefur frestað þegar betur áræðast. Eins og við komum inn á áðan með farþegaskipin að ef við erum að horfa fram á það núna að koma farþegaskipa verður kannski töluvert meiri en á síðasta ári, að það er mjög jákvætt. Það er mjög jákvætt fyrir Faxaflóahafnir, til dæmis þessi loðnumerki sem var hérna. Aflagjöld skipta mjög miklu máli, þó að vertíðin var ekki löng, þá kom hér töluvert á land. En nú ríður bara á að við náum að rétta á COVID-kútnum og koma höfninni á full. Núna bara helgina, þá var 13 mínútna innslag í 60 mínútum eldgosið. Svona landkynningar geta haft gríðarleg áhrif bara á fjármagnsflæði í gegnum félög eins og Faxaflóahafnir. Þannig að ég er full að trúa því að við réttum og kúpum það og enn og aftur þá höldum við þessu þétta stjórninni að 2023 er árið þar sem verður farið hér í stækkunarhöfninni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að þakka Ragnar G. Sæmundssoni fyrir svörin. Svo sem ekki rosalega kátur með þau. Nú full seint að við séum að fara í þessar framkvæmdir 2023 eins og kom fram hjá bæjarfulltrúunum. Ég held að við séum í raun að verða bara of seinir þá. Mér finnst í rauninni að Faxaflóahafnir eigi að gefa út bara skýr skilaboð með það að þeir ætli að standa við þau loforð sem voru gefin og hefja þessar framkvæmdir nú þegar og í beinu framhaldi að huga að þessari uppbyggingu sem ég nefndi áðan. Bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, hann kom hérna inn á að það hefði verið frestað öllum framkvæmdum nema þeim sem snéru að öryggisatriðum. Ég held að við öll sem sitjum við þetta borð höfum orðið var við það að höfnin okkar hún uppfyllir ekki þau öryggisatriði sem nauðsynlega eru fyrir
veru stórra skipa í höfninni. Og það bara afleiðing af aðstöðuleysi sem að stór skip koma ekki hér inn í höfnina. Við vorum sérstaklega heppin í rauninni hvað var gott veður í vetur þegar loðnuvertíðin var og það gekk allt vel. En við þekkjum það að það ólag sem í höfninni þegar að þannig veðrar að þá liggja bara þessi stóru skip undir skemmtum inn í höfninni. Og þar af leiðandi engin áhugi fyrir því að láta þau koma hér inn nema brýn nauðsyn fyrir því. Þannig að ég ætla að hvetja okkar menn ennþá og enn betur til dáða og reyna að koma þessu ferli í gang þannig að það liggi alveg ljóst fyrir að það sé alvara í því að Faxaflóahafnir ætla að byggja hér upp fiskihöfn. Annars þá bara gefa það út að hér verði ekki frekari aðgerðir og hér verði ekki fiskihöfn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta þörf umræða hér og þetta full ástæða til að brýna okkur fulltrúa Akranesskurstaðar í stjórn Faxaflóahafna. Það skal hins vegar auðvitað á það bent að við erum þar í miklu minnihluta, svo maður segir það nú bara hreint út. Og það þarf ekki að draga því að undanfarin ár og síðustu ár hefur þetta verið gríðarleg varnarbarátta. Varnarbarátta kannski sem snýr að því að í fyrsta lagi reyna að halda þeim fyrirtækjum sem hafa verið hér í hafntengdri starfsemi, fiskiðnaður og svo framvegis. Það er auðvitað forsenda þess að höfnin sé nýtt. Hlutfall fjárfestinga hér á Akranesi versus annarra hafna Faxaflóahafna hefur auðvitað verið sára lítið og grætilega lítið en það er hins vegar auðvitað að rökstyðja það fyrir aðra stjórnarmenn sem hafa kannski hug á að nýta fjármunina með öðrum hætti. Því þeir horfa auðvitað á arðsemi og velta fyrir sér hvað skynsamlegt að gera. Við reynum auðvitað að birta þessum stjórnarmönnum á framtíðarsýn sem við viljum sjá hérna á Akranesi. Það verði líf í höfninni og það kann að vera að staða sig uppi að við verðum ekki hér með blómlega fiskvinnslu eins og var. Það kann að vera niðurstaða. En þá tækifæri í einhverju öðru, til dæmis í farþegaskipum, það mögulegur? Einhver önnur starfsemi sem gæti fallið af því að við legðum til dæmis í á framkvæmd að byggja upp á fyllingum við höfnina, eitthvað sem gæti í rauninni réttlætt að fara í slíka fjárfestingu. Og það er auðvitað okkar að berjast fyrir þeirri sín. Og við höfum svo sem ekki gefið neitt eftir í þeim efnum og bent á tækifæri. Tækifæri meðal annars hérna í sambandi við Skaginn 3X og þann búnað sem það fyrirtæki hefur verið að setja borð í skip og þau skip þurfa að geta legið þá hér upp. Og kannski eru aðrir möguleikar í sjávarútvegi. Það hefur verið bent á laxasláturhús og dæmis í tekið. Og það verður auðvitað rými þegar búið að fara í þær framkvæmdir við höfnina sem við höfum óskað eftir fyrir slíka starfsemi. En þetta verður alltaf varnarbarátta og það er auðvitað kannski okkar að með stuðningi starfsmanna Faxaflóahafna og stjórnenda að reyna að laða hingað til okkar tækifæri sem að nýta höfnina og gefa okkur tekið. Ef við horfum á bara Reykjavíkurhöfn og Vesturhöfn Reykjavík, þá auðvitað sú staða uppi að þar gríðarlega öflugt sjávar útvegs og vinnslu fyrirtæki sem heitir Brim. Ef maður horfir á þá starfsemi sem þar og þá uppbyggingu sem hefur orðið í Vesturbæ Reykjavíkur, þá sér maður auðvitað að það kannski
ekkert langt í það að öll aðföng og svo aðstæða sem að það fyrirtæki hefur gæti kallað á það að þeir hugsuðu sér til þeim, að þau hugsuðu sér til þeim. Þá þurfum við auðvitað að tryggja að Akranes sé kannski sá valkostur sem að það fyrirtæki velur. Og við höfum auðvitað unnið því, og kannski sérstaklega bæjarstjórinn okkar, að birta þá sýn að það fyrirtæki ætti heima hér á Akranes. Við munum auðvitað halda því á lofti áfram. En við þurfum hins vegar að vera með opinn huga og opinn augun fyrir annarri starfsemi í höfnum. Og við skildi ferðaþjónusta ekki koma þar til greina. Við höfum fengið enga minni skip sem að eru enga síður góð, gæti gefið hér góða tekjur og mikla tekjur til bæjarfélagsins. Og fremur sem við sjáum fram á að hér verði boðið upp á einhverja þjónustu fyrir ferðamenn og kannski ekki síst þá fyrir starfsmenn þessara skipafélaga sem hafa verið í þessari ferðamennsku, því að það er algengara að þeir nýti sér þjónustuna, til dæmis í þeim bæjum sem stoppaði fremur en kannski túristum sem að er trilla hér upp í hrútur og gerir upp á jökul og svo framvegis. Við höfum á baráttu í stjórnfarsúlhafna. Við munum gera það áfram. Og ég treysti því að sú rödd og sú framtíðarsýn sem við berum ná eyrum annarra stjórnarmanna og verði til lengri tíma stefna farsúlhafna að hér verði rekin blómleg og öflug höfn. Bæjarfulltrúi Ólafur Ragnarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Faxaflóahafna. Það er enginn sem óskar eftir að fá orðið. Það telst þar með fundargerð stjórnarinnar nr. 205 hér með framlögð. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Næsti fundur bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 8. júní og verður jafnframt síðasti fundur bæjarstjórnar fyrir sumarleyfi. Þessum fundi er hér með slitið. Ég þakka fundarmönnum fyrir góða fundarsetu, góðar umræður og segi þessum fundi slitið.